Tilgangur með gerð þessa myndbands er að sýna á lofti 2 leiðir sem lokað hefur verið með stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs. Skoðun þeirra sem að þessari mynd standa er að engin ástæða sé til að banna umferð allra þessar leiðir nema fyrir göngufólk. Myndirnar sýna að ekki eru nein áberandi sár í landið af völdum umferðar. Upphaf leiðar norðan Dyngjufjalla er af Öskjuleið norðan Dreka og ummerki vegna mannaferða eru alltaf horfin að vori. Hér fer leiðin að sjást norðvestan Vikrafells. Leiðin liggur hér vikurorpin hraun í átt að Hengslisbrekku. Framundan sést Stórakista til vinstri og Kollóttadyngja til hægri. Á milli þeirra sést meðal annars Litla Kista. Hraunin eru frá ýmsum tíma og misgreiðfær yfirferðar. Sum þeirra vel greiðfær og önnur ófær. Í upphafi árið 1953 var mikið haft fyrir því að velja leiðina þannig að hún færi vel í landinu. Forystu gerð leiðarinnar hafði Jón Sigurgeirsson frá Helluvaði. Á þessum hluta leiðarinnar er fádæma fallegt útsýni til Herðubreiðar og Kollóttadyngju. Einnig leynist margt í hrauninu umhverfis leiðina sem er vel þess virði að staldra við og skoða betur. Má það nefna magnaða gígaröð í Bræðrafelli og Svartadyngja. Hér verður lesið ljóðið Ódáðahraun eftir Hjördísi Önnu Pétursdóttur. Áður en til lokunar leiðarinnar kom gat hún notið hennar eins og aðrir. Ódáðahraun svo óslétt og grátt, aldir var manns auga hulið. Þeir óttuðust þennan mikla mátt sem var mannlegum skilningi dulið. En þegar að opnuðust undur þín og alla þá fegurð við sáum, við una þinn teygum nú eins og vín og aldrei nóg af því fáum. Fæstum virðist við fyrstu sýn fallegt þig augum að líta. Við nánari kynni ég notið fékk þín og nú má þeim örlögum hlíta að þrá þína órofnu öræfa ró, ósnortna náttúru að skjalla og ást mína til sín þinn demantur dró, drottning íslenskra fjalla. Hjördís er bundin við hjólastól og getur ekki farið leiðina nema í bíl. Hér er eingöngu fært hörðustu göngugörpum, meðal annars sakir þess að milli Vatnsbóla er 60 kílómetrar. Nú er komið Hengslisbrekku upp á stall neðan Stórukistu. Stallurinn virðist samsettur úr gígaröð og misgengi. Þegar leiðin sveigir til norðurs koma Sellandafjall og Bláfjall í ljós yfir auðnum Ódáðahrauns. Einnig fer að sjást í Kollóttadyngju. Hægra megin er einstæðingur að koma í ljós og Mývatnsfjöllin á bakvið hann. Til vinstri eru tindar sem eru meira og minna ónefndir. Á fáum stöðum er Ódáðahraun tilkomu meira og upplifunin sterkari. Eins og sjá má er hér ekki stingandi strá og svæðið nær gróðurlaust. Fegurð svæðisins sem framundan er mikil. Þar eru margvíslegar hraunmyndanir, móbergshnúkar, gígar og hraundrýli. Hér eru fá þekkt örnefni sakir þess að umferð í fortíðinni var afar lítil eða jafnvel engin. Hér er auðvelt að eyða drjúgum tíma í að skoða umhverfið, ganga á hæðir, líta í gil, kanna hraundrýli og sérstæðar hraunsléttur upp í hlíðum hnúkanna.
Hér opnast víðáttumikil auðn sem nú er öllum lokuð. Vinstra megin framundan er Tvíburatindur. Í nánd við hann lá elsta þekkta leiðin úr Svartárkoti í Öskju. Þá leið var farið með bátinn sem Max og Rudolf og Walter Knebel fórust með á Öskjuvatni í upphafi 20. aldar. Fljótlega kemur Svartagil sem er fagurt móbergsgil. Hér má sjá ummerki vatnagang sem brýst fram í vorleysingum. Hér er sá hluti leiðarinnar sem notaður var við hestaferðir í Dyngjufjöll og Öskju áður bifreiðanaut við. Fyrir 300 til 400 árum var þetta svæði allt meira og minna gróið. Nú er stutt í þann stað þar sem komið er inn á leiðina Dyngjufjalladal. Leiðin skaðar augljóslega ekki landið en gerir spennandi ferðalag mögulegt. Nú er öllum meinað að fara þetta kyngimagnaða svæði. Hver er tilgangurinn með því? Loka fyrir almenningi áhugaverðri leið þegar eitt af markmiðum með stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs er að auka aðgengi almennings að náttúru garðsins.